Þannig að við ætlum að skoða þá næstu viku hvernig hún verður, varðandi próf og annað slíkt. Og þannig að við sjáum hérna sem sagt sett upp skynjunartækniprófið á mánudeginum 30. Það ég hef tíman frá 10:30 til 1. Þetta get ég líka sett tímaopnun á þetta og haft þetta lengur ef þess þyrfti, en væntanlega eru þeir lausir hérna á þessum tíma, þannig get ég klárað bara á þessum tíma. Ég láti mig bara vita ef að þið eruð í einhverjum árekstri, sko. Síðan ætlaði ég að reyna að hafa próf 4 bara á föstudeginum og þá ætlaði ég að hafa þetta bara opið yfir allan daginn með opnun á sem sagt tímaopnun á því, sko. Þannig já. Og þá bara fara í efnið sem að þið eruð náttúrulega fyrir próf 3 það náttúrulega verkefni 6 sem sagt, skynjaratæknin, og ég búinn að fara yfir það og sem sagt setja einkunn á það og hérna það gekk allt mjög vel. Og þannig að hér sem sagt æfingapróf fyrir próf 3, æfingapróf 3, og það eru 2 mismunandi og það eru lausnir á því. Þannig að þá ok, byrjum við, það hérna já, og ég ætla að skoða, þetta fór, hérna þetta, þá hérna, ég ferð á því, hérna, Það getur farið út, sko. já, hérna yfirferð á svona prófi, þar sem að ég fer í gegnum, já, svona eins og þetta hefur verið byggt upp, og þá erum við að tala hérna straummerki, kosti á 40-20 milliampere merkinu og svona. Þetta verður bara krossapróf á innunni. Þannig að þið eru ekki að fá svona skjal, skiljiði. Já, ok. Þið bara gerir útreikninga og þurfið í raun ekkert endilega að skila útreikningunum, heldur bara að já, merkja við, sem sagt, já, merkja við A, B, C eða D, sem sagt. Svo að það verður þannig. Svo ég veit ekki hvort ég kannski þarf að fara í gegnum þetta aðeins. Við vorum búin að fara í gegnum verkefnið náttúrulega, en það getur verið að akkurat þessi útreikningur sé ekki þar, þannig að bara tökum það í leiðinni. Og hér sem sagt verið að svona skala merki, reyna að finna út hvað tölugildið samsvarar straummerki, og þá erum við með þessa formúlu sem sagt merki sinnum sviðið, og deilum með upplausninni sem sem sagt hæsta talan 4095, og síðan lágmarksstraumurinn lagður við, sem sagt pluss 4 milliampere, af því að þetta straummerki frá 4 milliamperum til 20 milliampere. Og í 12-bita breytu þá erum við með hæsta gildið 4095, af því að við erum með 2 í 12. veldi mínus 1. Það sem sagt, það 4096 mínus 1, það sem sagt 4095. Og þá bara setjum við inn í þessa formúlu, það merkið sem er þá gefið upp, eitthvað tölugildi, sinnum sviðið, sem þá 4-20 milliampere, eða það eru 16 milliampere þarna á milli, frá 4 upp í 20. Og svo deilum við með upplausninni, 4095, og reiknum við út úr því fyrst, og að lokum þá leggjum við 4 milliampere við þá tölu. Það er plús sem að skiptir liðum, þannig að við erum að passa okkur á því að rugla þessu ekki saman. Og leggjum 4 við þar á eftir og fáum þá gildið á straumnum.
sem að passa við eitthvað af þessu hér. Ef eitthvað myndi klikka í einhverju svona útreikningum og þannig að þið myndi vilja senda inn einhverja skjöl varðandi það, mynd eða eitthvað, þá myndi ég bara hafa bara opið fyrir að ég geti skilað inn viðhengi, sko. Þannig að ég sem gerir það bara að hafa opið fyrir viðhengi. Og svo bara stýristrengir og truflanir. Þetta eru svona svipaðar spurningar og voru í verkefninu, en það er hérna til dæmis varðandi truflanavandamál sem getur orsakað af skermingu, skynjunarköplum. Annar endi skermingar tengdur til jarðar og hinn ótengdur. Þá ein myndin þarna í mælibúnaði nema sem segir að truflanir getur orðið vegna straums eftir skermingum gegnum rýmd til jarðar. Og það er ágætt að vísa á hérna mælibúnaði nema efnið. Það vorum við með hérna. Það mælibúnaði nemar hér. Og við sem eru hér þetta. Þetta eru þessar myndir sem eru hérna og hér verið að tala það þetta hérna fyrirbæri þar sem að ef við erum með skerminn tengdan í annan endan hérna við neman og hann ótengdur hérna, þá gæti komið samt svona truflun vegna rýmdar hérna, þá færi svona pínlítill riðstraumur hérna í gegnum rýmd til jarðar hérna við mælibúnaðinn. Tæki sem að tekur við merkinu. Þannig að þetta var það og þannig að þetta straumur eftir skerminn gegnum rýmd til jarðar. Og svo spurt hérna hvað á þéttleikinn IP68 þola erfitt umhverfi. Að IP68 þá erum við með töflu yfir þetta í hérna fyrir aftan þetta hér. Svo tafla hér, flokkun á þéttleika rafbúnaðar og þá erum við með fyrri töluna sem rykþéttleika og seinni töluna sem vatnsþéttleika og IP60 og 8, þá það fyrri talan sem segir að það má ekki koma neitt ryk inn í búnaðinn og 8 þýðir að þetta sem sagt undir vatnsyfirborði og þá skilgreint sérstaklega á hversu miklu dýpi má setja rafbúnaðinn. Ef þetta væri IP67 þá mætti ekki fara með dýpra heldur en 1 metra. En síðan bara skilgreint á tækinu sjálfu hvað má fara með það niður á marga metra. Þannig að þá það sem ekkert ryk má komast inn og ekkert vatn á x metra dýpi og x skilgreint á sér. Síðan varðandi kraftmælingar, mælibrú og þá spurt hérna á hvaða hátt komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitastigbreytinga. Þetta var líka í verkefninu og þá komið fyrir stykki í mælibrúnni sem að núllar út hitaáhrifin. Það þessi óvirki þannig hérna. Þá við hann hér. Já, hérna. Það þessi óvirki nemi sem að ekki með neitt álag. Hann tekur bara á breytingum á efninu vegna hitastigsbreytinga. Og svo þá núllast út, þá jafn stórt viðnám ofanverðu og neðanverðu í brúnni. Þannig að það núllast út hitaáhrifin. Og síðan stöðumælingar. Ég breyti þessu bara í krossspurningu. Hver aðalmunur á merki frá afstæðum stöðugjafa og raunstöðugjafa. Og sem sagt raunstöðugjafinn, hann gefur frá sér svona kóða eins og greikóða.
en afstæðustöðugjafinn, hann gefur frá sér A og B púls með 90 gráðu farsviki. Þið svöruðu þessu líka í verkefninu og þannig að þetta ætti ekki að vera vandamál. Nú, nándarskynjarar, almennt atriði, hvaða gerð af skynjara á myndinni hérna til hliðar. Þá þurfum við að athuga hvert álagið tengt og ef það tengt hérna upp í pluss, þá erum við með NPN skynjara og svo sjáum við hvort að hann normally open eða normally closed að þessu tákni hérna. Það normally closed snerta sýnt hérna. Þannig að þetta NPN nándarskynjari sem normally closed. Og þá í einhver tilfellum geti líka verið spurt hvað myndi spennan mælast hérna milli merkisins og mínus. Það getur verið að koma að þeirri spurningu líka seinna. Að til dæmis ef að þessi hérna alltaf að gefa samband þegar að hann skynjar ekki hlut, að þá NPN transistorinn alltaf í leiðinni og tengir 4 hérna niður í mínus, svo að það spenna á spólunni. En ef hann myndi skynja hlut, þá myndi hann rjúfa strauminn í gegnum þessi transistorinn og við myndum mæla í rauninni spennugjafaspennu hérna á milli merkisins og mínus. Og við púspólinn í gegnum álagið hérna yfir á spennumælinn og svo mínusinn tengdur í common á spennumælinn. Þannig að þá myndum við mæla, ef þetta væri 24 volt spenna, þá myndum við mæla 24 volt og þegar hann myndi skynja hlut, þegar hann normally closed. Það væri til dæmis möguleiki, einhvern veginn svona spurning. Skoðum það líka kannski seinna ef það kemur upp önnur slík spurning. Svo hérna hverjir eru helstu kostir nándarskynjara með hálfleiðra útgöngum og það rauninni það að þeir verða ekki fyrir vélrænu sliti á rofbúnaði, af því að þetta eru bara transistorar þannig að það ekki vélrænt slit. Það kosturinn við þessa nándarskynjara með hálfleiðra útgöngum. Og síðan eru hérna rýmdarskynjarar. Hverjir vinnslufjarðarskynjara hafa mismunandi efni að ræða, að þá hann háð nannistuðli viðkomandi efnis. Og af hverju ekki hægt að skynja olíu gegnum plexigler með rýmdarskynjara? Það náttúrulega vegna þess að plexiglerið með hærri nannistuðul heldur en olíu. Svo varðandi spannskynjara, að hversuna hefur 24 spannskynjari með hærri roftíðni en 238 AC spannskynjari, en það vegna þess að 24 DC spannskynjari sem bara með transistor, hann ekki bundinn tíðni riðstraumsins eins og AC skynjarinn Það þýristor sem fær straum í gegnum afreiðisbrú og hann þarf að loka allt á milli. Og síðan hérna í 72 hver eftirferðandi fullyrðingarétt að hér hefðbundinn spannskynjari, hann skynjar ál og styttir fjarlægðin járn. Þetta náttúrulega kannski erfitt fyrir ykkur að svara því að ekki nema bara af verkefninu. Það var að vera þessi spurning. Því að þið hafa ekki gert tilraunina. En þið hafið þá lausnina í verkefninu. Útgangsrás nándarskynjara. Hvaða spenna mælist á útgangi PNP-skynjara sem normally closed. Þegar hann skynjar hlut. Þegar hann normally closed, hann gefur straum frá plus inn á útganginn. Og við þurfum að skjá þess að fá okkur mynd til þess að átta okkur á þessu. Hérna PNP. Hérna. Hér við með PNP-skynjara hérna og ef hann normally closed þá hann alltaf að gefa hérna samband, straum hérna út á lagið og við erum að mæla hérna frá mínus sem sagt yfir á útganginn, mæla hérna spenna. Og ef hann normally closed þá alltaf hérna kannski 24 volt spenna. Ef hann skynjar hlut
þá rífur hann strauminn. Og þá myndum við mæla mjög lága spennu hér og það einmitt spurningin. Það spennugjafa spenna 24 volt, við mælum frá mínuspól í útgang og þá myndum við mæla lága spennu af því að hann rífur, af því að hann var normal closed, hann rífur strauminn þannig að álagið fær ekki lengur spennu, þannig að við tengjum 0,1 volt. Ok, og þegar við erum með hérna 230 volta náttaskynjari, hann tengdur segulega, mælist sem sagt hvíldarstraumur í mín og til hvers þurfum við þennan straum meðan útgangur skynjar sig í stöðunni af. Það sem sagt vegna þess að ef þessi straumur væri ekki fyrir hendi, þá væri skynjunarrásin á endanum á nemanum alveg óvirk. Við þurfum þennan mín straum inn í þessum skynjara hérna. Það þarf að vera einhver smá blæðistraumur hérna í gegn, inn í rásina hérna, skynjunarrásina til þess að hann sé virkur allan tíman, þó að hann sé í stöðunni af. Ok, en svona spurning kemur nú ekki að teikna upp svona rás og með svona íhlutum, þetta verður nú ekki, við sleppum þessu. Hitamælingar, það eru mismunandi gerðir af skynjurum náttúrulega og mismunandi tengingar við PT100 og það spurt hérna hvaða tenging við viðnámshitaskynjaran PT100 gefur ónákvæmustu mælingu á hitastigi og það nefnilega tveggja víra tengingin vegna þess að viðnámsaukningin í leiðarunum að skynjaranum bætist við viðnám skynjarans svo að þar kemur fram skekkja. Og síðan hérna 9.2 spurning hitarafaka ef að sem sagt mælingin á köldu tengingunni, sem sagt internal cold junction compensation, bilar og hitastig lækkar á köldu tengingunni, að þá hérna erum við með á heitu tengingunni sem sagt, þar sem er mælistaðinn, þá erum við að mæla afgasið á ljósavél. Þannig að þá þurfum við að átta okkur á því verður sem sagt hitamunurinn meiri eða minni. Hérna verður hitamunurinn meiri á heitutengingunni og köldutengingunni vegna þess að hitastigið lækkar á köldutengingunni. Og þess vegna eykst mælistærðin við þessa breytingu á köldutengingunni. Nú, þessi spurningu verður ekki sett upp svona með krossaprófi í þessu. Þetta tæki á langan tíma. Við sleppum þessu. En síðan varðandi R-breytin að þá hefur verið að spyrja hvað tengingar, hvað gera þessar tengingar 1 og 2 á R-breytinum og þetta samskiptaleið fyrir straumrás fyrir útgangsmerki og samskiptaleið og það sem sagt R-breytirinn var hérna, það þessi mynd hér, það sem að sem sagt 1 og 2 sem sagt, það samskiptaleiðin sem sagt hérna í gegnum communication hérna og svo straummerkið sem sagt, það útgangsmerkið í rauninni, 420 mA merkið. Ok, og hlutverk 4 mA straumgjafa í R-breytinum, það þessi 4 mA straumgjafi, hann tekur alltaf til sín lágmarksstrauminn og það rauninni hérna, hann dregur lágmarksstraum skynjarans. Það sem sagt svarið við þessu. Ok, 10.3, 10.4 og svo restin á ekki við 10.3 þar sem við erum með hitanama sem mælir hitastig á ferskvatni frá aðalvél. Hann tengdur R-breyti sem sendir 420 mA straummerki til undirlunar. Undirlunar breytir straummerkinni í heiltölu á sviði 0 til 495 og hitasviðið er frá 30 til 120 gráður. Og hvað hitastig á ferskvatninu ef tölugildi frá undirlunni 2730. Þá setjum við þetta inn í þessa formúlu hérna að lágmarks hitastigið 30 gráður hérna, frá 30 gráðum og síðan kemur pluss, við erum með merkið hérna 2730
sinnum sviðið sem mismunurinn á 30 gráðum og 120 gráðum, sinnum 90 sem sagt, deilt með upplausninni sem 4095 og þá með því að reikna þetta út sér og leggja við 30 þá fáum við 90 gráður á Celsius. Og síðan hérna 10.4 þrýstimæling á ferskvatni gerð með þrýstinema sem hefur svið -1 til 5 bör. Þannig að við erum með svið þar sem eru sem sagt 6 bör í heildina. -1 bar gefur okkur 4 milliampere og 5 bör gefur okkur 20 milliampere. Inntöluðan sendur upplýsingar merkið heiltöluforminu 0 til 4095 og hve mikill þrýstingur þá á kerfinu ef raungildið hérna 1025. Þá setjum við þetta inn í þessa formúlu hér, það er merki sinnum svið, deilt með upplausn og svo hérna drögum við frá lágmarkinu, sem sagt, það er sem sagt -1 bar, sem sagt, það er frá -1 bari sem við erum með sviðið, þannig að þess vegna drögum við 1 bar hérna frá. Þannig að þá höfum við merkið 1025 sinnum sviðið sem eru 6 bör og deilum með hæstu tölunni upplausninni 495. Síðan, já, þegar við erum búin að reikna út af því, þá drögum við 1 bar frá, þannig að hérna hefur greinilega verið 1,5 hérna út úr þessu hér og þannig að niðurstaðan er 0,5 bör, þrýstingurinn. Þannig að þetta er svoleiðis, en það í rauninni verður ekki, þessi hérna hluti verður ekki með inn í þessu, varðandi uppbyggingu iðntölu. Þannig að þá erum við búin að fara í gegnum þetta próf. Varðandi síðasta prófið, þá kannski tekið það sérstaklega upp, af því að þetta er rauninni bara fyrir mánudaginn næsta og þá endar það bara prófið á þessum nótunum hérna, reikna út sem sagt þessi gildi og þá ætla ég að fara bara í að loka þessari upptöku. Stop recording.